Hvar á landinu best að búa og hvaða þættir vega þyngst þegar íbúarnir eru spurðir? Hvað einkennir drauma sveitarfélagið? Vífill Karlsson, hagfræðingur og ráðgjafi hjá samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi hefur stýrt reglulegum könnunum búsetuskilyrði. Slík könnun stendur nú yfir. Vífill Karlsson gestur í landsbyggðum hérna á N4. Vífill, í síðustu könnun sem að þið gerðuð fyrir 3 eða 4 árum, þá ef ég man rétt voru Akurnesingar, þeir voru mjög ánægðir með sitt, Skagfirðingar. Hvaða þættir eru það sem að þurfa að vera til staðar til þess að íbúarnir séu sem sáttastir og ánægðastir? Já, það sem stendur upp úr eru kannski þetta klassíska sem við sjáum í rannsóknum almennt byggðamál sem eru atvinnumálin. Menn vilja, við erum að spyrja út í þrennt tengist atvinnumálum, við erum að tala við erum að spyrja möguleika til þess að fara af stað með eigin atvinnurekstur, við erum að spyrja úrval atvinnu og reyndar, og laun og svo atvinnuleysi og þessi þættir þeir virðast skipta verulegu máli. Þegar íbúarnir eru spurðir það beint og óbeint, við prófum að testa þetta bæði með því að skoða bein svör við þessum spurningum, með því við spyrjum þá þannig hvaða eftirfarandi þættir eru það sem skiptaði mest varðandi áframhaldandi búsetu þína í sveitarfélaginu, og þá þetta býsna ofarlega, en þetta auðvitað svolítið misjafnt á milli sveitarfélaga. Þarna til dæmis líka, höfum við getað tekið út afstöðu fólk sem býr í sveitum og þá auðvitað eru menn kannski ekki alveg eins að hugsa mikið gera mikla kröfu til dæmis til íþrótta og æskulýðsstarfs, eitthvað þess háttar, en á móti vilja menn geta fengið vinna vinnuna sín í friði og eiga eitthvað framtíð þar. Í síðustu könnun sem að þið gerðuð þegar allt þetta lagt bara á vogarskálarnar, að þá komist þið að þeirri niðurstöðu að það sé það bil 20% munur í ánægjuvoginni af þeirra sem eru ánægðastir og þeirra sem eru minnst ánægðastir. Já. Þetta mikill munur. Já, hann mikill, já. Og það eins og þú segir, þá eru lentu Skagafjörður og Akranes þarna á toppnum eiginlega, en neðst voru svona fámennir sveitarhreppar, nefnir Dalabyggð sem dæmi í mínum landshluta, mjög vont að sjá það auðvitað, en svo sjáum við líka að það eru samt punktar eins og þar sem menn eru mjög ánægðir. Ég get nefnt til dæmis heilsugæsluna sem dæmi. Það þjónusta við sjúklinga er vel metin, þeir eru ánægðir með hana. Hvað með afstöðu fólks eftir aldri, mikill munur þar? Já, algjörlega. Þar unga fólki að hugsa þjónustu við börn, sérstaklega og eðlilega. Þar sjáum við þætti eins og grunnskóla, leikskóla, unglingastarf og möguleika til íþrótta og æskulýðsstarfs. Þetta er eitthvað sem unga fólkinu eru umhugað, og þar koma reyndar inn þættir líka svo sem reyndar ekki eins sterkt, en þó sterkt að það auðvitað atvinnuöryggi. Og þannig að þarna eru svona þeir punktar sem skilja sig frá ef fólk á barneignaraldri að svara þessu ef maður ber það saman við fólk sem komið við fertugt. En hvaða þættir það þá sem að eldri íbúarnir hafa mestar áhyggjur af eða meta mest? Já, þar erum við hins vegar aftur farin að hugsa hluti eins og heilsugæslu og síðan menningu og það er svona þessir þættir. Örlítið vinnumarkars tengdi þættir sem skipta það auðvitað miklu máli, en það er svona meiri krafan alls konar þjónustu sem fer að minna svolítið á
kröfu fólks sem býr í öflugum þjónustukjarna. Þar eldra fólkið svona með hugan. Það vill hafa aðgengi að fjölbreyttri náttúru til að spásera í, kyrrlátt og kyrrlátt samfélag, ekki mikið skarkali á nóttu og þess háttar, það leggur meira upp úr því, og svo gott mannlíf og þess háttar. Við spyrjum það þátt sem við köllum gott mannlíf, svona aðeins til þess að fá tilfinningu fyrir því hvort að góður bæjabragur skipti ekki miklu máli og það alveg ótrúlegt að sjá. Við höfum reynt að skoða svörun við nákvæmlega þessum þætti, að hann hefur mjög víða frekar sterk áhrif, til dæmis á það hvort við erum að hugsa að flytja eða ekki flytja og svo framvegis. En hvað með sveitafélög sem að eru nánast bara hlið við hlið og það jafnvel rígur á milli, Ólsarar og svo Stykkishólmur. Já. Munur þar til dæmis? Já, það munur. Hann er nú nokkur Það getur verið, ég hef þó reyndar, við höfum ekki getað haft það góða svörun að við höfum getað brotið það upp í þessari könnun. Ég þyrfti að taka nokkrar kannanir saman til að skoða það sérstaklega og já, það svolítið eftir, en ég veit það sem ég Ólsari sjálfur og þekkin þó nokkra Hólmara, að þarna munur á þangagangi og það verður áhugavert að kryfja þessar tölur og skoða. En af því við vorum að tala Akranes, að þar hafi ánægjan verið svona mikil. Ég þættir bara eins og gengi þá í fótboltanum, skipti það gengi máli hvort að íbúarnir séu ánægðir eða ekki, ef að liðið ofarlega í deildinni eða svo bara í falli? Já, þetta mjög áhugaverður punktur og ég verð að viðurkenna að þetta hef ég ekki skoðað sérstaklega. En ég held að þarna sé alveg pottþétt áhrifaþáttur, því margt af því sem við erum að svara í þessari könnun veltur svolítið á því hversu jákvæður þú ert almennt í lífinu og hvernig þú síðan yfirfærir það yfir á það sem þú hefur í nærsamfélaginu, þjónustu sveitafélagsins þess vegna, eða ánægja með skólann og annað. Þetta smittar allt á milli og ég educated guess væri það, já, algjörlega. Svoleiðis sigrar ættu að hafa áhrif á ánægju Skagamanna með sitt. En frá því að síðasta könnun var gerð, þar til þessi nýja núna sem stendur yfir, þá eru við búin að fá á okkur heimsfaraldur. Býstu við því að þá svona niðurstöðurnar og afstaða fólks, hún sé breytt núna? Já, og kannski fyrst að því þú nefndir áðan, að þá auðvitað liggi vel á fólki, þá auðvitað svara með frekar jákvætt. En sé menn á einhverju leyti bágnir út í framtíðina, þá auðvitað endurspeglast það í almennum svörum, jafnvel í svona könnun. Þannig ég á svona frekar von á því að þeir sem eru svartsýnir stöðu mála og svona hvað framundan vegna COVID, gæti vel endurspeglast í neikvæðari niðurstöðu heldur en var síðast. En síðan líka bara það sem tengist beint þáttum varðar þjónustu okkar út af COVID. Við erum með heilsugæslu sem hefur verið að standa sig í rauninni frábærlega, en svo eru kannski einhverjir sem hafa ekki upplifað það beinlínis. Það er alveg mögulegt, þó svo að fólk flest hafi nú gert það. Nú síðan erum við að spyrja í þessari könnun dvalarheimili og þjónustu við aldraða. Það er eitt, það hafa komið upp smit á slíkum heimilum. Við erum sérstaklega hrædd eldra fólkið okkar og við höfum svona dregið úr umgengni okkar við það, jafnvel okkar nánustu, sem þó, við erum svona aðeins að læra á þetta, þá breytist það nú kannski aðeins.
Þannig að við sjáum þarna punkta sko, og síðan þetta ein spurning sem að er svolítið bara svona framtíðarspurning sko. Hverjar eru fyrirætlanir þínar núna næstu 2 árin varðandi ætlar að búa eða flytja. Þarna hún á eftir að hafa áhrif á þá spurningu. Við erum svona, horfum held ég mikið inn á við núna í COVID. Við vitum ekkert hvað þetta tekur langa tíma, við gerum okkur flest grein fyrir því að þetta snýst það að bíða eftir bóluefninu upp og að reyna að fá sem mest af gamla lífinu tilbaka. En svona fram að því þá verðum við að halda svona okkar bækistuð bara vera sem mest á henni sko, okkar heimili og erum kannski ekkert mikið að flytja okkur set, þannig að það alveg viðbúið að niðurstöðurnar núna verði svolítið ólíkar og það verður áhugavert að sjá hvað af þessum svörum ég sá ekki fyrir sko og segir okkur einhverja sögu sem gæti verið áhugaverð nýþekking okkur sjálf. En hugsanlegt að niðurstaðan til dæmis varðandi þjónustu við aldraða að þeir sem að í raun og veru eru að nýta sér þessa þjónustu, þeir sem eru aldraðir, að þeir séu sáttari við þjónustuna heldur en svo unga fólkið sem ekki sátt við þjónustu við aldraða en kannski ekki beint að nýta sér hana. Já, það kom allavega út úr síðustu könnun þar sem að svörin voru. Ég gleymd að segja það, við fengum mjög góða svörum þá, yfir 6.000 svör í 5 landshlutum. Núna erum við að keyra þetta í öllu landinu, að þar til dæmis kom fram, mjög merkilegt, reyndar fékk sko meðaltal á þjónustu fyrir aldraða og dvalar og eins þjónustu sko við aldraða bæði innan dvalarheimilina og utan þess, þetta voru 2 aðgreindir liðir. Að þegar þess svari við því var skipt upp eftir aldurshópum þá kom í ljós sko að fólki sem var inn á stofnunum eða eldra fólkið að það var miklu ánægðara með hvoru tveggja heldur en þeir sem voru alls ekki komin í þessa þjónustu. Hvað það þýðir nákvæmlega, það einhver tvennt sem getur útskýrt það geta verið aðstandendur, börn, eldra fólksins sem að einhver leyti finnst að þjónustan mætti vera betri fyrir mömmu og pappa. Það kannski dæmigerð svona umhyggju viðbrögð og síðan hitt að má ekki gleyma með því að þarna eru 2 ólíka kynslóðir og við vitum að eldra fólkið nægjusamara heldur en yngra fólkið. Það annar möguleiki. Og þá getur maður spurt sig á hvað eiga síðan þeir sem eru að bjóða þjónustuna að hlusta, þá sem eru að fá þjónustuna eða þeir sem að standa fyrir utan. Og síðan þriðja skýringin fyrir því kannski hvers vegna þeir sem standa utan við þjónustuna að gefa henni lakari einkunn heldur en þeir sem þiggja hana, að það þá gæti verið einhvers konar orðrómur í litlu samfélagi þjónustuna sem þá annarkvort menn ætti að skoða á hvort hann byggi á einhverju raunverulegu eða ekki, sé á rökum ristum eða ekki. Þannig að þetta eru mjög áhugaverðar pælingar. Við sáum þetta reyndar líka varðandi leikskóla að þeir þátttakendur sem svöruðu og áttu börn á leikskóla voru ánægðari heldur en þeir sem voru utan. Og þá það kannski áhyggjur og afa. Fyrir því hvernig barnabörnin hafa það sko. En eitthvað sama sem merki á milli þess hvar að fjölga höfuðborgarsvæðið, það sterkur segull, það fjölgar mikið í Árborg til dæmis. Það eitthvað sterkt merki það að það sveitarfélag að þar séu allir svona ánægðir? Já, sko, það svolítið misjafnt, sko, það einmitt sko, til dæmis, að því að ég vil nú líta svo á að á Akranesi, ég ber Akranes saman við Selfoss eða Árborg og svo Keflavík og Njarðvík eða Reykjanesbæ.
Þetta eru stóri, sterkir þéttbýliskjarnar, ofan í fjölmennar og íslenska skala og þeir eru svona álíka í rauninni akstursfjarlægð frá borginni. Þannig þeir eru í rauninni að detta inn á vinnumarkaðssvæði höfuðborgarinnar. Það eru mjög margir að vinna á höfuðborgarsvæðinu af þessum stöðum. Og þar sem að þjónustan nokkuð mikil. Já, og það sem að menn höfuðborgarbúar sem að eiga sér hugsanlega þann draum að búa kannski í þorpi eða sveit, að þarna leið. Þú getur flutt og þú getur selt íbúðina þína á þessu verði í Reykjavík, flytur kannski í samskonar á Akranesi og þú tekur 20 milljón króna mun eða meira. Þannig þú leysir þarna ákveðin fjárhagsvandamál, þú kemst í sveitina þína þar sem svona ró og næði, meira nærsamfélag, það betra aðgengi að leikskólaplássum og ýmissi þjónustu sem að mjög margir eru að bítast á höfuðborgarsvæðinu og þannig að þú ert komin í rauninni betra samfélag en hefur samt aðgang að vinnumarkanum og heldur vinnunni þinni jafnvel í Reykjavík. Þú þarft að vísa að keyra, það er mínusinn. Þetta ákveðin, ég getur sagt að þarna þessir 3 staðir eru í samkeppni hvor við annan og íbúana sem eru í þessum hugleggingum. Vöxturinn hefur verið langmestur í Keflavík og á Árborgarsvæðinu og sístur upp á Akranesi. En ánægja íbúana langmest á Akranesi. Ég vil meina að of hraður vöxtur sé ekki góður fyrir sérhvert byggðarlag, alveg sama hvað það er, og ég held að endurspeglist í þessum svörum að Skagamenn hafa haft vöxt og meira að segja nokkuð mikinn vöxt, en það er eitthvað sem þeir ráða mjög vel við og eru bara að gera vel og fylgja vel eftir og ég held að það endurspeglist í þessu ánægjan á Skaganum versus á hinum stöðunum meðal annars vegna þess að þeir ná utan verkefni sem fjölgunin er. En hvað með þá til dæmis Vestfirðinga sem að eru svolítið einangraðri, fjarri höfuðborgarsvæðinu og svo framvegis, þeir eru ánægðir, ekki? Jú, þeir eru ánægðir. Ég er reyndar að vinna alveg nýja greiningu á þessum gögnum sem gengur út á það að ég er að reyna að sýna fram á það að íbúar séu mjög ólíkir. Það er svo óskir þeirra þjónustu og umgjörð síns samfélags sé ólík og ég er að skoða það að til dæmis akkur kýs fólk að búa í mjög fámennri einangraðri sveit. Er fólk bara ekki læst þarna inni? Ég er að reyna að sýna fram á það með þessum tölum, eða allavega að reyna að skoða það. Ég sá ákveðin teikn í ákveðinum greiningum hjá mér að það gæti verið þannig að ástæðan fyrir því að fólk býr í fámennum einangruðum sveitum er vegna þess að það elskar að gera það, en ekki vegna þess að það varð eftir og læstist inn í einhvers staðar. Og það virðist vera að fólk sem býr á slíkum stöðum til dæmis, að það þrá þeirra og mikilvægi óspilltrar náttúru er svo miklu sterkari hjá þessu fólki heldur en til dæmis fólki sem býr á jaðri höfuðborgarsvæðisins, í bæjum sem ég var einmitt að ræða rétt á hann. Þar er bara þessi þrá ekki sterk. Og það er að segja, við erum svo ólík þegar kemur að því, bara rétt eins og þegar við förum í verslun, það er ekki sama í öllum körfum. Þegar við erum að velja okkur búsetu, þá eru körfurnar okkur ólíkar. Þess vegna lendum við á mjög ólíkum stöðum og þeir sem búa á Vestfjörðum eru mjög ánægðir þar. Þetta er ekki fólk sem varð eftir af því að það fjaraði út. Það er bara mjög ánægt og Ísfirðingar til dæmis, að því ég var að skoða í þessari stúdíu minni, þá flokkaði ég einmitt þessi samfélög sem ég var að bera saman. Það voru fámenn, einangruð og fjarlæg
samfélög og síðan voru það fjölmenn fjarlæg einangur samfélög og það Ísafjarðarbær, Vestmannaeyjar og Sauðárkrókur til dæmis sem dæmi og síðan hins vegar fjölmenn mjög nálæg ekki einangruð landsvæði og þar var aftur Akranes, Keflavík og Selfoss til samanburð. Vestmanneyingar, þeir eru mikli vestmanneyingar, Ísfirðingar, þeir eru mikli vestfirðingar, Sauðárkróki, þeir eru mikli Skagfirðingar. Skiptir þetta miklu máli? Já, sjálfsmynd sterk sjálfsmynd skiptir máli og við til dæmis á Vesturlandi við höfum svona veltið fyrir okkur, gætum alveg, við eigum ekkert svona í rauninni, við tölum ekki okkur sem vestlendinga, eins og Vestfirðingar kalla sig vestlendinga, eða Eyjamenn kalla sig Eyjamenn og svo framvegis. Það meira að þú ert Ólsari, þú ert Grundfirðingur og Hólmari og svo ertu Borgfirðingur og Skagamaður. Þannig við erum svona svolítið, okkar landsluti hefur ekki svona sterka sjálfsmynd og þetta skiptir máli, það þú nýtur jafnvel fólk sem að flytur á aðra staði hefur mjög sterka tengingu við landslutan sinn í gegnum svona sjálfsmynd og kalla sig mjög lengi einmitt Vestfirðing, Austfirðing eða þess áttar, Eyjamann. Þannig þetta skiptir máli, þetta skapar samheldni á milli innan þessar samfélaga sem að skiptir máli vegna þess að þau eru svo miklu fleiri og átak, ef þú þarft að gera átak í einhverju, þá er gott að hafa margar hendur. Skipulagsmál, oft á tíðum, eða sá málaflokkur, hann ofta tíðum ekki að skora mjög hátt í ánægjuvoginni hjá íbúum. Hvers vegna það? Jú, skipulagsmál eru eitt af þessum málum sem að í seinni tíð, ég veit ekki hvort það er svona kannski þetta fór að vera mjög áberandi fyrir 20 árum, að þá fór almenningur fannst mér í vaxandi mæli, hafði kannski verið eitthvað áður, að hafa skoðanir á skipulagsmálum og ótrúlega mörgum atriðum sem að kannski fóru fram hjá manni áður þessar lagabreytingar voru gerðar og miklar varðar lög skipulagsmál og þarna eru þessar bæði það auðvitað sveitafélagi sem að fer með þessi mál og þannig að íbúar þeir geta haft mikil áhrif, réttur íbúana líka mjög sterkur, hann mikill, rétturinn mikill til þess að bregða fæti eða stöðva framkvæmdir eða hafa áhrif á þær, þannig að og svo þetta líka varðar þetta að sumuleyti þetta óafturkræf var framkvæmdir sem verið að fara í þegar menn ráðast í nýbyggingar og allt snertir skipulagsmál og uppbyggingar á hverfum og þess þar. Þannig að þarna geta myndast mjög sterkar skoðanir og það myndast þetta oft á tíðum klífur þetta samfélög, ekki bara í tvennt heldur jafnvel fleiri einingar. Hvort á að leyfa háhýsi þarna eða ekki? Já, til dæmis og við til dæmis lentum í því í Borgarnesi að þar var umdeild bygging sem var byggð samt og ekki allir sáttir með það sem dæmi og það er eflaust hægt að nefna fleiri dæmi og því miður að þá verða þarna sár fólk tekur þetta svolítið nærri sér Hvað með afstöðu erlends fólks sem að hefur búið á Íslandi jafnvel ansi lengi, þessi hópur með öðruvísi sín á draumasamfélagið? Já, það ég reyndar hef verið að vinna í því að reyna að fjölga útlendingum í könnunni. Síðast þá náðu við 225 aðilum inn í könnunina af rúmlega 6.000 svörum en
Útlendingar eru 12% íbúanna og þessi fjöldi hefði þurft að vera meiri, hann hefði þurft að vera einhvers staðar í kringum 700 en ekki 225. Ég setti nú samt upp greiningu sem að tók þar sem ég var að skoða þennan mun. Það er munur á afstöðunni, já. Þeir til dæmis má segja að í skólamálum eru þeir með pínlítilla svona aðra sýn og að öðru leyti sko er til dæmis hægt að sjá að þetta eru íbúar samt sem eru svona minna að hugsa að flytja, þeir eru svona oft miklu sáttari en við með ýmsa þjónustu. Það er svona það sem maður getur lesið út úr þessu með þeim fyrirvara fjöldan sem tók þátt. Og síðan erum við með spurningu þarna sem ég vildi hafa með varðandi hamingjuspurninguna, eða sem það sem ég spyr hamingju fólks og þar, þetta er svona klassísk spurning, svona líkispurning innan svo kallara hamingjufræða og þar sé ég að þeir eru nú eitthvað óhamingjusamar en við Íslendingar, en það er nú ekkert mjög mikið sko. Þannig að það er svona viss huggun harmi gegn að þeir eru þó ekki langt frá okkur. Enda Íslendingar einn hamingjusamasta þjóðin í heimi. Já, jú. Þannig að ef ekki að segja bara þessi á leiðinni til okkar. En þessi könnun þá núna sem að liggur í tölvupósthólfum margra, það er bara að drífa sig og svara spurningum. Já, ég segi það. Ég meina, taktu þátt og hafðu áhrif því við höfum verið að nota þessa könnun í tölvöld mikið í okkar starfi. Hún hefur gríðarlega áhrif á það hvernig starf okkar, atvinnuþróunarstarf okkar hefur verið í landshlutasamtökunum. Hún hefur líka áhrif á það sem landshlutasamtökin eru að reyna að berjast fyrir fjórðunginn og þegar við mætum með svona tölur, þar sem að svona margir hafa tekið þátt, þeim mun fleiri, þeim mun betra. Þetta er faglega unnið og í samstöðu fjölda aðila meðal annars RHA á Akureyri, Rannsóknarstofnun Háskólans á Akureyri, að þá hlusta menn. Það er bara þannig. Við bara bíðum eftir að sjá niðurstöðurnar. Vífill Karlsson, þakka þér fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk.